Ég sem sagt heiti Runólfur Þórhallsson eins og Tryggvi sagði. Ég er búinn að vera að lögga í 37 ár, búinn að koma ansi víða við í löggunni. Byrjaði 19 ára. Já, það er hægt að byrja 19 ára í löggunni. Það er ótrúlegt. Hvað er 19 ára börn að gera með handjárn og kylfu? Það er magnað. Á þessum fallega íslenska maídegi, ekta íslenskur maídagur, bjart og ískalt, og þá ætlum við að fara að hressa okkur við og tala ógnir heimsins. Byrja kannski á að setja smá fyrirvara við það að ógnarbransinn í heiminum, það eru náttúrulega ótrúlega mikið af fólki sem að er að vinna í því að velta fyrir sér ógnum, og maður verður alltaf að hafa það á bak við eyrað, sérstaklega núna þegar að við erum mikið að sækja okkur efni á samfélagsmiðla og fréttir. Fyrir einhverjum árum síðan voru kannski svona traustari heldur en þær eru í dag. Þær eru miklu hraðar unnar og fréttamiðlarnir eru að búa sér til eins og þið sjáið þegar þið opnið MBL og Vísi og RÚV að oft á tíðum, svona kannski tek RÚV aðeins út fyrir svega, en flesti fréttamiðlar eru að vinna með það að vera með eina frétt í svona allavega 7-8 bútum. Það er pínu erfitt að finna, hvað ég var að segja, sannleikann í dag. Að reyna að kafa niður á eitthvað svona sem að maður, einhverja handfestu í því, hver er staðan. Sífellt flóknara verkefni, alveg klárlega. Og svo er gervigreindin að taka yfir eins og hjá Tryggva. Bara það þýðir ekkert að ræða við hann ráðgjöf eða ráðgjóf. Þannig að það er alltaf eitthvað nýtt sem að kemur. Nú ætla gervigreindin að taka yfir og menn eru að tala það að þegar hún fer að hugsa sjálfstætt gervigreindina, þá er þetta bara búið hjá okkur mannfólkinu. Þannig eins og ég segi, það er endalaust sem að dynur á okkur miklar ógnir. Og ég held að þessi fyrirlestur verði ekkert mjög hjálplegur til þess að létta ykkur líf hvað það varðar, því að í öllum mínum samskiptum við bæði alþjóðlegum, svona sérstaklega alþjóðlegum samskiptum sem að við erum í, að þá heyrir maður að bæði Evrópulönd og Norðurlönd eru í raun og veru að undirbúa sig fyrir stríð, og þá spyr maður, er að koma stríð? Og svarið við þeirri spurningu er kannski ekki alveg einfalt, vegna þess að það eru margir sem segja að það sé stríð í gangi í öllum heiminum, og þar kannski koma þessar fjölþáttaógnir dálítið inn. Að hernaður eins og við þekkjum hann kannski, ólumst upp við, voru svona grænir kallar í hermannabúning með byssur og voru að ráðast inn í önnur lönd. En hermenn nútímans geta mögulega setið ofan í einhverjum kjallara og í hettupeysum. Það er svona það er myndin sem maður sér ofta af svona nethökkurum og brotafólki sem er að standa netárósum. Háskólarnir Canvas kerfið, var það ekki í fréttum í morgun. Þannig að enn og aftur það er nóg af ógnum í heiminum, en fjölþáttaógnir eru í raun og veru alltaf í gangi, og það er það sem að ýtir undir það að það er endalaust verið að mata okkur á því að það sé í raun og veru allt að fara, afsakið íslenskuna, fjandans til. Þá skiptir máli fyrir okkur að reyna að fá okkur að skýra mynd, og við hér á Íslandi í raun og veru ótrúlega heppin. Gamla viðkvæðið, fjarri heimsins vígaslóð, að maður getur svona aðeins huggað sig við það. Kristrún Frosta, forsætisráðherrann okkar, bað okkur fyrir einhverjum mánuðum síðan að anda bara í kviðinn þegar þessi heimsmál voru í umræðunni. Og sannarlega er staðan sú að þegar að
mennirnir sem að ráða mestu í heiminum einbeita sér mjög að því að vera óútreiknanlegir, að þá ýtir það ekki undir stöðuleika í heiminum. Það er sannarlega staðan. Og þá hugsa maður, hvað getum við gert í þessu? Getum við haft áhrif á það hvernig Bandaríkjaforseti hegðar sér? Nei, við getum það ekki. Hvað getum við gert? Jú, við getum bara horft í eigin barm. Hvað erum við að gera? Hvernig getum við undirbúið okkur? Og það er kannski svona kjarninn í almannavarnar hugsjóninni, að vera undirbúinn, hugsa hvert er mitt hlutverk, hver eru mínar skyldur, axla þær og fókusera á það. Það er alveg ljóst að við stjórnum ekki því hvernig þessir blessuðu herramenn út í heimi hegða sér og hvað þeir gera. Við getum stjórnað því hvernig við undirbúum okkur og hvernig við sjáum heiminn. Absolutely. Örlítið bara svona þegar við horfum á hvernig er Ísland undirbúið í þessu, þegar allir eru að tala að bæði það sé í raun og veru stríð í gangi, þessum fjölþáttaógnum og svo að undirbúa þessu undir mögulegar hernaðaraðgerðir beina, svona gamaldags. Þá eru þessar 3 stoðir sem að Ísland hefur til þess að tryggja sitt öryggi. Við erum með varnarsamning, þó að það sé nú Bandaríkin og við getum haft einhverja skoðanir á því hvernig Bandaríkin hegða sér í dag, en enga síður þá er staðan svo að við erum með varnarsamning og Bandaríkjamenn hafa staðið fyrir mikill uppbyggingu hér á landi sem að bendir nú til þess að það eru allar líkur á því að þeir muni efna það samkomulag. Önnur stoðin er svo aðild okkar að NATO og ég ætla ekki að taka miklar svo sem umræður það, en þriðja stoðin sem er kannski svo mikilvægasta fyrir okkur hér á Íslandi er almannavarnakerfið okkar, og hér er í gangverkinu, íslenska almannavarnakerfis gangverkinu, að þá erum við hér stödd saman. Mikilvægt tannhjól í þessu stóra gangverki, því að ég hef lýst þessu sem gangverki, mörg tannhjól sem að vinna saman. Ég hef líka lýst almannavarnakerfinu sem mósaíkmynd, og ég held að það sé gagnlegt að horfa á kerfið þannig að þetta eru ótrúlega margar einingar, ótrúlega margir vettvangar sem að vinna sameiginlega að því að samfélagið okkar fúnkeri. Í raun og veru sama hvað mun ganga á, að virkni samfélagsins okkar muni halda áfram í stórum krísum. Þannig að hugtakið almannavarnir, mósaíkmynd eða gangverk með mörgum tannhjólum sem að vinna saman. Þetta er hugsjón, þetta er markmið, almannavarnir, og alveg eins og Rauði krossinn, Landsbjörg, Landhelgisgæslan, lögreglan, heilbrigðiskerfið, landlæknir, geislavarnir. Ég get haldið endalaust áfram. Allar þessar einingar, öll þessi hagsmunasamtök, öll fyrirtæki, almenningur, við höfum öll hlutverki að gegna, og mín tilfinning eftir að hafa stokkið inn í almannavarnadeild ríkislögreglustjóra eftir að Víðir fékk þá flugu höfuð að verða þingmaður, að ég er alltaf að sjá betur og betur fegurðina í þessu kerfi okkar hér á Íslandi, að þetta er magnað hvað við Íslendingar eru búin að ganga í gegnum á undanfarnum áratugum. Það hefur reynt mikið á almannavarnakerfið og ótrúlega margar einingar, og við eigum að vera stolt af almannavarnakerfinu okkar. Alveg absolutt. Við erum alltaf að læra og erum hér í dag enn að læra. En þetta er kannski svona megin skilaboðin sem ég vil draga kannski út úr þessari glæru, að það er þetta gangverk, að þó við setjum lögregluna þarna í miðjuna, að þá er það þegar maður les bara lögin, að í almannavarnaástandi að þá er það lögreglustjórarnir sem að stýra aðgerðum í almannavarnaástandi.
En lögreglan eins fámenn og hún reiðir sig á samstarf við ótrúlega margar mikilvægar einingar og það fegurðin. All right. Ég nota alltaf tækifæri og tek hugvekju hvað eru almannavarnir. Það mikilvægt að við séum öll á sama blaði það að almannavarnir eru hugtak, það sýn, það markmið sem við erum alltaf að vinna að í sameiningu að efla og við erum alveg öll þar jafn mikilvæg. All right. Það hefur mikið breyst á undanförnum árum. Þessi frétt frá 2002 og rússneskir sjóliðar að dansa á Ingólfstorgi og það ég leyfi mér að fullyrða að það muni ekki gerast á næstu árum að við sjáum það rússneska sjóliðar að dansa á Ingólfstorgi en þetta kannski til marks það hvað hefur breyst í okkar heimsmynd. Þetta kort sem þarna við hliðina á sýnir að við vorum í kalda stríðinu hér áður þegar að almannavarnir ríkisins voru stofnaðar 1962 á hátindi kalda stríðsins að þá var mikið rætt hernaðarlega mikilvæga legu Íslands og þetta Greenland, Iceland, UK gap. GIUK hliðið eins og við sjáum þarna neðarlega á myndinni fyrir neðan suðausturhorn landsins okkar. Efst þarna fyrir ofan norður Noreg, þar norðurfloti Rússa og þar eru þrátt fyrir stríðið í Úkraínu ótrúlega mikil umsvif sem að Norðurlöndin og NATO og leggja miklu áherslu á að fylgjast með. Þetta gerir það að verkum að það mikil umferð hér í kringum okkur á Íslandi og töluverð umsvif á Íslandi sem að tengjast hernaðarlegum umsvifum og þetta hefur aukist núna mikið á undanförnum árum og hefur áhrif á öryggislandslagið hérna á Íslandi. Ég vil kannski ítreka það að það ekkert engar upplýsingar innan íslenska stjórnkerfisins það að hér sé yfirvofandi einhvers konar hernaðarvá, einhvers konar hernaðarinnrás óvinveitts ríkis. Það ekkert sem að bendir til þess í dag. Hvernig málin þróast, ég tel ekki miklu líkur á því að það muni breytast, bara út frá köldu hagsmunamati. Það ekki miklir hagsmunir fyrir ykkur erlend ríki að gera hér á Íslandi einhvers konar innrás. Og ég sé ekkert í náinni framtíð að það muni breytast. En það sem að við þurfum hins vegar að velta fyrir okkur það að það eru þessar fjölþáttaógnir svokallaðar og ég ætla ekki að halda langan fræðilega fyrirlestur fjölþáttaógnir. Þetta hugtak sem að ekkert einfalt, hefur verið á fleygiferð, mikið umræðinu að undanförnum. Það ekki svona mjög almennur sameiginlegur skilningur á því hvað þetta þýðir nákvæmlega. Þannig að ég ætla ekki að taka mjög djúpa dýfu ofan í það. Ég ætla hins vegar bara að fara aðeins yfir hvað búið að vera að gerast í nágrannalöndunum okkar og þetta kort sem að sýnir að það hafa verið skemmdarverk unnin á mikilvægum innviðum í Evrópu, í nágrannalöndum okkar. Það eru netárásir, það íkveikjur, það eru svona, ýmiss konar skemmdarverk, það eru njósnir. Það mikið verið að trufla GPS-sendingar sem hefur allskyns áhrif á samgöngur meðal annars. Þetta sérstaklega slæmt í Finnlandi og Eystrasaltslöndunum. Það heilmikið í gangi. Við blessunarlega höfum verið laus við
öll svona alvarlega atvik, en það sem að við erum að upplifa hvað varðar þessar fjölþáttaógnir alveg sem að snerta okkar svona, getur snert okkar daglega líf, það þessar netárásir. Og það eru bara fjöldamörg tilvik. Við sjáum það á ársyfirliti Certis að það mikil aukning í tökum netglæpi svo sem út fyrir sviga, það mikil aukning þar, en í þessum netárásum að þá er líka aukning. Það eru 2 mál, ég var að fundi núna í morgun og það eru 2 mál sem eru bara í gangi núna sem verið að skoða. Annars vegar stofnun hér á landi sem var fyrir gagnagíslatöku árás og hins vegar þetta sem hefur verið í fréttum þessi sem var nú út allan heim, þessi árás á Canvas fræðslukerfið. Fjöldamörg önnur tilvik sem hafa verið í gangi á undanförnum misserum, þannig að þetta raunveruleiki sem að við búum við, að það eru erlendir aðilar, mögulega með stuðningi frá erlendum ríkisstjórnum sem eru að herja á vestræn lönd með svona netárásum. Einhverju vilja kalla þetta hernað, einhverju vilja meina að við séum í stríði, en klassískar skilgreiningar held ég að taka nú ekki endilega beint undir það. En þetta staðan og þetta eitthvað sem við höfum verið að undirbúa okkur fyrir, að hér gæti mögulega orðið einhver skemmdarverk á mikilvægum innviðum, þannig að þess vegna hefur hugtakið áfallaþol verið mikið í umræðinu líka, ekki bara fjölþáttaógnir, en heldur líka áfallaþol. Annað orðið yfir áfallaþol, þrautseigja, segla kerfisins, og mikið verið unnið. Það eru raforkukerfin og fjarskiptakerfin sem eru einna helst undir, sem eru vissulega gangverkið hjá okkur, að við reiðum okkur rosalega mikið á raforkukerfin og veitukerfin og fjarskiptakerfin. Þetta eru svona grunnvirknin í samfélaginu okkar og heilmikið verið unnið í því á undanförnum árum að efla segluna og þrautseigina í þessum kerfum okkar. Það sem er ánægjulegt í því efnum það að náttúran hjálpaði þarna til, bauð okkur upp á alvöru óveður 2019, þar sem að stór hluti landsins var rafmagnslaus og einhver hluti landsins rafmagnslausi bara í mjög langan tíma, einhver þéttbýlissvæði, sérstaklega norðanlands, sem voru bara mjög lengi rafmagnslaus. Fjarskiptaleysi fylgdi þessu líka að einhverju marki. Þetta var þessi vetrarstormur þannig 2019 í kjölfarið því og farið í mikla innviðauppbyggingu, grunninnviður og var heilmikið gert, var heilmikið gert í varaflsmálum og annað. Þannig að kerfin okkar eru í ágæti standi, en það mikilvægt að halda áfram þeirri vinnu að efla þessa þrautseigju í þessum grunninnviðum okkar. Ágætis fréttir núna frá Farice að Farice ætlar að bæta við sæstreng til okkar. Það eflir fjarskiptasambandi okkar við útlönd sem mikilvægur partur af þessum grunninnviðum okkar og gott dæmi það hvernig við erum að efla þrautseiguna í kerfunum okkar. Ykkar sem að kannski hafið ekki séð þessar skýrslur en hafið áhuga á því að kafa dýpra ofan í þetta, þá skýrsla á netinu. Ef þið googlið skýrslu greiningardeildar fjölþáttaógnir, þá kemur hún upp og ef þið hafa áhuga á því að kynna ykkur þetta frekar, þá þetta mjög góð skýrsla. Fræðileg nálgun og svona reynir að skýra þetta í teskið, hvað þetta þýðir og hvað þetta þýðir fyrir okkur hér á landi. Og svo núna bara fyrir stuttu kom önnur skýrsla frá ríkislögreglustjóra sem að fjallar innra öryggi Íslands, hvaða áskorunir við stöndum frammi fyrir og ágætis skýrsla sem ég hvet ykkur til þess að skoða ef þið viljið kynna ykkur þetta enn frekar. Það sem markvert kannski líka og til marks undirbúning, það heilmikið í gangi í stjórnkerfinu. Það verið að huga til dæmis að öryggislöggjöf, sérstaklega öryggislöggjöf, það verið að skoða
Þetta samspil sem kallað á ensku Private-Public Partnership, samráð opinbera geirans og einkafyrirtæki sem að starfa í þessum innviðum, þessum ómissandi innviðum okkar í raforkukerfinu og fjarskiptakerfinu og veitukerfinu. Það eru einkafyrirtæki sem að starfa á því sviði og það mikilvægt að þau fái skýran lagaramma það. Hvað þýðir þjóðaröryggi, hvaða skyldur leggur það á okkur sem einkafyrirtæki að starfa í ómissandi innviðum og þetta þarf að setja mjög skýra löggjöf. Sú löggjöf, þessi öryggislöggjöf svokölluð, hún mun líka að öllu leyti fjalla íslensk trúnaðarmál. Hvað það innan kerfisins, sérstaklega veikleikagreiningar og annað sem að myndi fá þá einhvern íslenskan stimpil, íslensk trúnaðarmál. Kringum það verður síðan heilmikið batteri, það þarf að bakgrunnsskoðanir og trúnaðarvottanir og annað og þannig að það er unnið að þessu. Og síðan hann Víðir okkar, hann fór nú ekki langt, hann ekki hættur afskiptum af almannavarnamálum, hann í allsherjar- og menntamálanefnd og núna að fær til sín gesti reglulega. Það voru gestir hjá honum í þessari viku, sá ég á dagskrá Alþingis. Það sem að nýtt almannavarnafrumvarp í meðförum allsherjar- og menntamálanefndar. Þarna kannski dreg ég svona einna helst út að það verið að einhverju leyti að mæta þessum ógnum sem að við stöndum frammi fyrir og skýra svona og styrkja laga umgjörðina utan almannavarnakerfið okkar. Og eins og öll mannanna verk og allt sem gert í miklu samráði, að þá tók það mikinn tíma og það ekki allir, það nást ekki allir punktar inn í svona frumvarp. Við þekkjum það, samráð bæði tekur tíma og samráð þýðir það að það ekki allir sem að ná öllu sínu fram. En ég ætla ekki að lesa þetta neitt sérstaklega, kannski aðalega kannski út frá því að þetta ennþá í meðförum Alþingis og þó að það sé mjög líklegt að þetta fari í gegn núna á vorþingi þá veit maður aldrei hvað gerist. Alþingi núna mjög upptekið atkvæðagreiðslu út af Evrópusambandinu. Þannig en það sem kannski þarna einna helst, sviðsábyrgðarreglan verður lögfest, sem ég tel mjög mikilvægt. Sviðsábyrgðarreglan grunnregla í þessu. Hún kannski kemur svona inn á það sem ég sagði hérna í upphafi, að það það að við höfum öll hlutverk í gangverkinu, við höfum öll hlutverk í almannavarnakerfinu. Mantran í COVID, við erum öll almannavarnir, það ekki ástæðulausu sem að það var. Við höfum vissulega mjög mismunandi hlutverk, mjög mismunandi skyldur og ábyrgð í kerfinu, en ef að þessi sýn, ef að þetta markmið almannavarnir, total defense eða total forsvar á að ganga upp, og þá þurfum við öll að axla okkar ábyrgð. Því tengt að þá ég spurður nánast hvern dag, en alveg örugglega í hverri viku að þá hefur verið í umræðunni að almannavarnadeildin myndi gefa út bækling, leiðbeiningar til almennings. Við höfum séð þetta á Norðurlöndum og víðar í Evrópu að stjórnvöld hafa gefið út leiðbeiningar til almennings hvað þau geta gert til þess að undirbúa sig fyrir mjög stórar alvarlegar krísur. Gömlu góðu síðurnar í símabókinni gömlu. Og eins og alltaf, ég minntist á áðan að í miklu og nánu samráði þá allir sem hafa skoðun á þessu, og það tekur tíma, sérstaklega í stjórnsýslunni, að fá lykilfólk í stjórnsýslunni til þess að fara yfir einhverja texta sem allir vilja hafa skoðun á. Það mjög áhugavert að fylgjast með því og reyna að fá þetta lykilfólk til þess að gefa sér tíma til að skoða þetta. En það var áhersluatriði hjá okkur að gera þetta í miklu og góðu samráði. Við viljum að það kom ekki upp á þegar við erum búin að senda þetta út að
já, að einhver rétt upp hönd og segi þetta nú alveg handómulegt. Annað markmið sem við settum okkur var það að hræða ekki heldur að reyna að fræða. Við töldum það vera mjög mikilvægt. Við sáum að Svíarnir í sínum bæklingi, þeir bara settu hermann á forsíðuna hjá sér og sögðu bara við sænskan almenning undirbúið ykkur fyrir stríð. Það voru bara skilaboðin frá sænskum stjórnvöldum. Við vildum ekki fara þá leið endilega. Teljum að það sé mikilvægt að fræða frekar heldur en að hræða. Við viljum ekki hræða fólk til þess að fara að hlaupa út í Ólís og kaupa þar eitthvað pakka sem gerir kannski ekki alveg það gar sem að við viljum fá fram en og nú gaman að fá kannski handauppréttingar. Einhver sem hefur farið inn á þrídaga.is eða keypt sér lítið handvirkt útvarp, búin að gera einhvers konar smá plön, hvernig ætla ég að ná sambandi við mína nánustu ef allt lokað, fjarskiptalaust, góð punktur. Góð punktur. Nú svart okkur í hópin. Já, voru 10, já. Sko, þú varst að segja, við viljum ekki allir hlaupa til að fara að kaupa sér kassa á Ólís. Við neðarlega erum bara mótmæla því. Já. Það hugsaðar ekki sem stríðsókn, heldur bara eins og gerðist 2019, þar sem að fólk hefur þurft á þessum kassa að halda vísverðar ásökun. Þannig að ég bara... Ég er ekki tala um kassa, en eins og sé, það kannski ekki alveg endilega. Það ekki nóg, alveg ekki meina. Það heldur kannski í grunninn bara þetta. Við þurfum bara að hugsa okkar umhverfi, okkar nánustu og að við séum kannski búin að tala saman við okkar nánustu fólk. Hvað gerum við í fullkomnu rafmagnsleysi og fullkomnu verslunarleysi? Við ætlum að ná hjörðinu okkar saman, ætlum við að hittast á okkur ákveðnum stað, hvernig leysum við úr því að það rafmagns, veitulaust, fjarskiptalaust í 5 daga, hvernig græjum við það í saman? Það kannski stóru punktur sem að við viljum að þið hjálpi mig í því að koma þeim skilaboðum sem við Þetta kannski punkturinn, 5-6 dagar, öll kerfið úti. Hvað gerum við saman? Og ekki nóg það, að þið verðum hér og þetta hópurinn sem alltaf að hugsa náungan, ekki satt? Hvernig hjálpum við okkar nær umhverfið? Fyrst kannski okkar hjörð, en svo hvernig nær umhverfið okkar? Getum við aðstofað ykkur á nágranna? Eru einhverjir sem nálægt okkur sem að þurfa á meiri aðstoð að halda einhverjum aðeins? Og það kannski svona skilaboðin sem að ég mun alltaf að þegar þessi blessaði bæklingur loksins fer út. Það verður vantilega einhver viðtöl að þá ætla ég kannski að tala meira á þessum nótum. Frábært. Það alveg í línu við það sem verið að gera innan Rauða krossins. Já, það ekki bara kassin, það íslenskt fleira. Það bara svona eitt að... Má ég biðja að vera aðeins nær mikrofónum? Já. Svo við náum öllu hljóði. Ég var að reyna, já, ég hef verið í streymi. Já. Já, upptaka. All right. Ég var að reyna að tala hátt. Hvernig eru við tímalega að segja, herra fundarstjóri? Ok, ég gerði ráð fyrir því að það einhverjar spurningar á umræður. Það ekki? Ef þið hafið einhverjar spurningar, endilega látið þið flakka. Fyrst og spurður þessu daglega eða einu sinni í viku, einhver tímarammi þá heldur núna á þessum blessaða bækli? Já, á þessum fundi í morgun að þá hitti ég fulltrúa utanríkisráðuneytisins og dómsmálaráðuneytisins. Þetta mánaðarlegur stöðuvitundar samráðshópur, lykilaðila í stjórnsýslunni og það ekki oft sem að nær þeim saman. Og þar vorum við meðal annars að ræða þetta og þau lofuðu mér því að þetta samráð á milli lykilaðila í stjórnsýslunni textan, lokatextan í bæklingnum. Hann væri á lokamendrunum. Síðan það prentun
Og þá gefst þessum sömu aðilum tími til þess að búa til það sem kallað á ensku stratcom, eða svona eitthvað skipulega það. Væntanlega við ætlum að tryggja það að verði fjölmiðla umfjöllun þetta og ráðherrarnir þurfa að undirbúa sig undir það að vera spurðir þetta, þessar leiðbeiningar stjórnvalda til almennings. Og þannig að við erum að horfa á bestu mögulegu sviðsmynd lok maí. En ég búinn að lofa ýmsu. Ég var í viðtali í febrúar og þá var ég að tala að já, við náum þessu örugglega fyrir páska. En ég nú bjartsýnn maður að eðlisfræði þannig. Á þessu ári. Já, eins og ég segi, ég meina frumvarpið átt að fara í gegn mjög ljúflega og átt að vera löngu farið í gegn frumvarp til almannavarnalaga. Þetta er svona, við aðlögumst því, við þurfum að sýna mikla aðlögunarhæfni. Það er lykilþáttur. Ég kafaði ekkert sérstaklega mikið ofan í fjölþáttaógnir og þó að fyrirlesturinn hafi heitið það. Við getum sökt okkur ofan í umfjöllun skemmdarverk, hvað það þýðir, umfjöllun njósnir, umfjöllun ég talaði mjög lítið til dæmis það að við erum að fara inn í kosningar í ágúst, það er búið að boða það, kosningar ESB. Það liggur fyrir að einhverjir út í heimi munu hafa hugsanlega einhverja hagsmuni af því hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer. Mögulega sjá þeir einhverja hagsmuni í því að reyna að hafa einhverju áhrif á það hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer hér á landi. Þannig að árvekni okkar sem erum að neyta efnis á samfélagsmiðlum og fréttamiðlum, hún þarf að vera mikil. Ábyrgðin er okkar megin þegar að verða að mata okkur alveg á ótrúlega miklu efni sem fjöldaframleitt á miklum hraða. Og svo gervigreindin komin inn í þetta líka. Rusl inn, þá kemur rusl út, gervigreindin þannig. Og þannig að þetta áskorun fyrir okkur sem að erum að velta fyrir okkur þessari spurningu. Hvað ætla ég að haka við í ágúst? Við þurfum að kynna okkur hlutina og það á okkar ábyrgð. Því miður staðan bara þannig að við getum ekki treyst fullkomlega því efni sem verið að halda að okkur. Hvort sem það á fréttamiðlum eða sérstaklega samfélagsmiðlum. Hvernig finnst þér svona íslenska þjóðin vera í því að geta meðtekið þessar ógnir á þetta að vera viðbúin en ekki fara í öfgaviðbrögð? Að við sáum það í COVID að það tókst að ná þjóðinni. Já. Þannig að rosalega besta dæmi hópefni sem ég séð bara á minna aldrei. Þannig ég velta fyrir mér svona hver tilfinningin þegar þetta örugglega fín lína meðvituð ógn á þess að fara yfir strikið og missa það fólki frá sér. Ég held að sé mikill munur á þeim löndum sem áður en ég var í almannavarnadeildinni þá var ég í greiningadeild ríkislögreglustjóra, þannig að ég búinn að vera í gegnum tíðina í miklum alþjóðlegum samskiptum. Mín tilfinning svo að þau lönd sem hafa upplifað innrás, þjóðarvitund þeirra eða svona DNA-ið hjá þeim, að þau eru mun meira fókuseruð á það að undirbúa sig fyrir stríðsógnir. Pólland og fleiri lönd sem hafa bara upplifað hreina innrás. Finnland oft nefnt sem gott dæmi hvað þau eru komin langt í almannavarnar hugsjóninni. Rússar hafa náttúrulega bara, það 1340 km landamæri við Rússland sem hefur ráðist inn í Finnland. Þannig að þetta pínlítið DNA-inu. Við tókum á móti Bretum hér 1941, einn lögreglumaður á Bryggju sem bara veifaði, já verið þið velkonir Bretar, gjörið þið svo vel. Þannig að við höfum ekki upplifað þessa innrás, þannig að það held ég sé svona vikti aðeins inn í þetta að þetta varfærnara samtal við íslensku þjóðina þegar við erum að ræða hernaðarógnar. Þess vegna kannski við frekar auðvelt að ná hópveðluna því að þá vorum við bara að eiga við einhverja veiru. Já, það ytri svona Já.
einmitt, já. Mér finnst mjög fyndi, ég var hérna með fyrirlestur fyrir hérna Landsnet var með svona neyðarsamstarfs hérna Norðurlanda vettvang í gær og þá fannst mér, ég vildi létta fyrirlesturinn aðeins, þá var ég með fann mynd af Víði og þríeykinn okkar, af því við erum að tala um COVID og rifjaðist upp fyrir mér, maður svona reynir nú að ýta þessum tíma aðeins frá sér sko, en rifjaðist upp fyrir mér að á páskunum 2020 að þá söng Víðir fyrir okkur. Það er ekki minni starfslýsingu, ég ætla ekki að leggja það á nokkurn mann, ég ætla ekki að syngja fyrir íslensku þjóðina, en þetta var surrealist. Þetta var surrealist að rifja þetta upp, að Þórólfur, hann gat nú sungið. Og spila á gítar. Já, og spila á gítar. Það var sjá fræðin í aksjón. Já, algjörlega. Þegar þið farið tilbaka á sporið þá Já. sjáu þið, það var ekki strategist Nei. í öllum viðbröðum. Nei, Það var alveg beautiful, sko. já, algjörlega. Ég get því miður ekki verið með ykkur hérna áfram eins mjög fróðleg dagskrá og hérna, en því miður verði ég að rjúka í burtu. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir og ítreka það enn og aftur hvað þið eru mikilvægur partur í gangverki almannavarna á Íslandi. Takk fyrir mig. Takk kærlega. Kæra þakkir fyrir þetta, Runi.